Já, þetta, og það verður gaman að sjá hvað kemur út úr græjónum núna. Síðast átti maður 37 ára afmæli á Happódaginn. Honum voru gefnir 37 miðar og hann var svo ákveðinn í að vinna að hann sagði upp starfinu sem hann stundaði. Og síðan kom dagurinn og hann vann stærsta vinninginn á 4 milljón á miða númer 37. Ótrúlegt. Og hvað gerist núna? Nú sjáum við upphæðirnar sem í húfi eru. Það er ekkert smáræði. Og við byrjum eins og venjulega á 100 vinningunum fyrstu. Og er ekki að sérfræðinginn hingað inn á sviðið, sjálfan seðlabankastjórann Tómas Árnason, til þess að koma hér og gera hlut sem hann er sérfræðingur í. Velkomin. Takk fyrir. Nú er það mikið verið í fréttum, Tómas, í vetur að peningar skiptum eigendur og þið eru ekki sammála í Seðlabankanum Jóhönnu Sigurðardóttur það hverjir hafi fengið peninga og hvert þeir hafa farið. En einhvern tíma sagði nú Jóhannes Nordal að peningar yrðu til í bankanum. En er það mögulegt að þú lumir á færni til þess að láta peninga hverfa? Við skulum sjá til. Við erum hérna með 10 krónur pening en hann er sleginn í Seðlabankanum eins og þið öll vitið. Og þessi peningur er hérna í vinstri hendin á mér. Og svo læt ég hann skipta hendi eins og sagt er í viðskiptum. Peningar skipta hendi. Hann fer yfir í þessa hendi. Og fylgist þið nú vel með hægri hendin á mér því að það skiptir öllu máli því að peningurinn er þar. En ekki fyrir vinstri því ég tók hann og sett hann í þá hægri. En nú er hann horfinn. Og þá er náttúrulega spurningin hvað hann er. Já. Hann er náttúrulega einhvers staðar hjá Ómari því að Ómar hlýtur að hafa hann á honum. Ég? Hlýtur að hafa hann á honum. Ég? Já, hann hefur sko náð honum, eins og við sjáum. Tómas Árnason, þakka þér kærlega fyrir. Ertu blessað. Og það var ætlun okkar að hafa Jóhönnu Sigurðardóttur í næsta þætti og þá sjáum við aldeilis hvernig peninga geta skipt eigendur á skemmtilegan hátt hjá Seðlabankastjóranum og ráðherranum. En hér ljúkum við Happó.